taktu nú vel til í nösina. Nei. Þetta eru myndarlegir drengir. Þetta eru glæsimenni. Og það nýju líka. Bara handalega fremst. Jæja, það með þig, jó. Þá eru allir komnir og við getum lagt af stað í þessa skemmtiferð. Skemmtilega ferð. En eins og allir sjá, hér bölvuð rót í loft og engin friður. Það ætti að rigna upp í loft en ekki niður. Ó, kemur hún Hanna. Sem að það ætlar ekki við nettir. Það ekki bílur. Engin friður, það ætti að rigna upp í loft en ekki niður. Og svoleiðis verður það, segir formaðurinn Sveinn Björnsson. Hver heilsingur? Þetta engin kassi, hvað það sækja? Hvað er þetta ekki neitt, sko? Voru tveir? Þetta er búinn. Þetta betur ískapið. Látið þetta ganga svo. Já, Hanna minn fyrst að læra. Myndir tegnar í rútu verða það ekki eins og hjá Sigurjóni Hrist. Þegar hann var að taka myndir það fyrir sjónvarpið. Já, nú það. Það byrjar við Slysavarnafélagsskólann á norðan og nær söður undir, man ég aldrei hvað þessi brekkur heitir, segur eftir hefur fyrir miðurinn þessir blindhæðin er. En það er alveg heilt stykki úr fjallinu sem hefur hlaupið fram. Annað svona jarðhlaup eða framhlaup eru Hraunamölin og hugmyndin þetta jarðsig sem er að hrella okkur núna með veginum. Ein hugmyndin sem jarðfræðingar hafa sett fram er það að þegar þetta berghlaup eða framhlaup varð þá hafi ruðst fram, jarðvegur fram á sjávarbotninn sem er náttúrulega nokkuð augljóst. En að sjávarbotninn hafi verið leirkenndur og sem mjög þykk leirlög og leirlögin þau beri einfaldlega ekki þennan þunga sem kom ofan á. Þannig að hægt og rólega sé þessi þungi sem kom hér ofan á fjallinu að tróða sér að síga niður í sandbotninn gamla, það er leirbotninn. Þess vegna sé þetta eilíðar sig okkar á veginum og þess vegna komið drullna sem í raun og veru ekki fínn jarðvegur sem skólast niður úr berghlaupinu heldur leirlögin sem er að skólast upp. Þetta er fráleikur sem ég hef frá Þorsteini Jóhannesinni og er reyndar svo búinn að skoða svolítið meira eftir hann sagði mér hvar væri upplýsingar að fá. Þetta er þetta sennileg skýring en það er alltaf engin önnur betri. Sama er með Hraunamölina, ef grafið er niður í Hraunamölina þá koma menn niður á leirlög þar undir. Ég á eitthvað svona. Jú. Það er bjartinn. Það er ekki talaðið. Það var þá gott að ég fattaði þetta áður. Léttið er ekki vínu. Nú er ég grunn. Það var einn sem að þátt ekki sagt sem að Jónasar sem að þátt hann ekki og þegar hann heimir svo vísundar Þú ert að setja móti fyrir hún niður? Nei, hann vill ekkert setja móti. Jú. Hann er búinn að skipa Pétri það? Hann er búinn að skipa mér það.
Ég hélt Sjá það. hvað ég til. Þú hlýðir hvaða djöfisvitlu sem hann lætur á sig fara. Það er ekki nóg að það er bara Það er nógu bjart hér. Ég ætla nú að spila. Nei, mér þykir líka að vera nokkuð mikið myrkur. Herðu mikilvægt. Líka ég myndi að stækka það ljós. Það er ekki meira nú. Það þarf með. Nei, netti því ekki. Þetta er sem að ég var að koma frá mig samt, því annars liggur hún alveg sem aðra, þá getur kannski einhver útskýrt það fyrir mig. En Bjarni heldur því fram að Stefán hafi sofið á grúfu allan tíman af því að við varum í græna bólu á... Ég hef ekki hurað að þú kættaði allan tíman. En nú ætlar Magnús Traustason frá Sauðanesi, þið þekkið hann. Við erum að kenna við þann stað, þetta er svona virðingamenn, þeir eru allir nefndir til svona kenna sig við einhverja fræga staði. Og Magnús er náttúrulega frægur, heimsfrægur á sig glöri. Og nú ætlar hann að taka suma hérna í gegn fyrir mig. Takk fyrir. Ég og Magnús Björn Túnsson. Góða kvöldið, góðir félagar, heyriði sæli lífi. Þokkalega svona. Nú, ég hérna var að spekulera í áðan þegar þar sem ég satt og var naut veislur í ætlana að hérna þetta yrði örugglega í síðasta skipti sem ég tæki það að vera að standa fyrir framan hóp og vera með eitthvað fíblalæti því að matvælistinn hún fór dvínandi eftir því sem að þessi stund nálgaðist en hérna ég er búinn að segja þetta svo oft áður að ég er eiginlega hættur að taka mark á sjálfum mér. Ég ætla að byrja á því kannski áður en ég byrja á sjálfum annálunum að segja ykkur frá afmælisveislu sem að er nú kannski ekki í frásögu færandi að öðru leyti en því að hérna ég hélt þarna mikið teiti bauð nokkrum hérna vinum í veisluna. Nú á þessum árum þá skvetti ég nú oft duglega í mig og hafði gaman að því og þótti svopinn góður en á þessu sinni þá reyndi ég nú að stramma mig af og svona gekk það sæmilega fram undir miðnætti en eftir það þá tók ég nú heldur betur við mér og það leiddi til þess að ég gerðist brátt kófdrukkin og hérna og daginn eftir þegar að Ingunn fór nú að leita að mér í rúminu eða húsinu þá var mig hvergi að finna og hún fékk nú einhverja vini og hérna kunningja til að hjálpa sér við þessa leit og það gekk illa en það komu fram þarna nokkra tillögur það hvernig væri nú best að finna kauða og það var ein tillaga svohljóðandi, hún kom frá Ólaf Þórhalldi í gær átti Maggi Trausta afmæli. Þeir sem kynnu að hafa orðið hans varir eftir klukkan 12 í gærkvöldi eru beðnir að segja ekki nokkrum frá því. En þá ætla ég að reyna að byrja á þessum annál. Það er hérna og ég ætla að byrja á því sem hefur valdið okkur sem vinnum á SR-lóðinni nokkrum heilabrótum. Þarna er á ferðinni fyrirbæri sem erfitt hefur verið að fást við enda hefur því verið valinn staður hjá Inga Birni Gráskegg á Lagernu. Er nú svo komið að menn verða að vera vel á verði þegar farið er á fund þeirra lagermanna. Sá Gráskeggjaði er allur hinn vígalegasti, tilbúinn með spurningarnar sínar, þessar venjulegu, sem við kunnum orðið öll svörin við, til dæmis eins og þessi dæmigerða, getið ekki notað eitthvað annað en ég á. Nú við þessu vorum við farnir að sjá, og ef okkur vantaði til dæmis 10 mm bolta, 10 stykki, þá var bara að byrjaði að biðja 40 stykki af 40 mm boltum.
og smá lækka sig síðan niður og enda á því sem okkur raunverulega vantaði. Þá var Gráskeggur sigri hrósandi og lék á alls vandi því hann hafði nú enn einu sinni borið sigur úr býtum. En það var einmitt þá, þegar leikreglur þessar virtust ganga svo vel og allir voru ánægðir, að á lagerinn var ráðinn Steingrímur Þrasi. Og hann með 110% stærri heila en venjulega menn. Og vandræðin létu ekki á sér standa. Þrasi hálfu illvígari en Gráskeggur og tiplar fyrir innan lagerborðið með penna og stóra blokk og skrifar þar í að miklu kappi í hvers sinn en við birtumst. Tekur því næst að yfirheyra viðkomandi og þaulspyrja einstök verkfæri sem ekki hafa skilað sér inn á lagerið. Þegar jafnvel að rukka því inn á hann maður sloppnaði út. Líkist þetta oft 3. gráðu yfirheyrslu og ekki nokkur leið að komast undan Þrasa í þessum haf. Og þýðir ekkert að nota sömu brögðin og Gráskegg. En við gefumst ekki upp og höldum áfram að heimsækja þá kumpóna, svona af og til. Því þeir eru jú líka menn eins og við, en hamingjan sanna mikill er munurinn. Það var núna fyrir nokkrum dögum þegar ég settist niður og fór að skrifa þessa punkta hjá mér að ég kom á máli við Sighvat. Ég var komið svo mikið efni hann að það var úr vöndu að ráða hvað ég ætti nú að velja. Ég orðaði það við hann að ég væri í smá vanda með hvað ég ætti að taka fyrir. Sighvatur var fljótur til svars og sagði: mér sama hvað hestaði og héldum margir að hann væri forskrúfaður. Kveðjast og skiljast er hvers
Inn og